Það ætla að halda áfram hérna í föstudagsþættinum á N4 og næst komið að því að tala aðeins tónkvíslina en það söngkeppni framhaldsskólans á Laugum en ég held að ég geti nú alveg óhikað sagt að þetta hafi gegnum tíðina verið einn flottasta sjónvarpsupptaka landsins á framhaldsskóla söngkeppnum. En þeir eru konur hérna, tveir herramenn til okkar, verið velkomnir í settið. Takk. Þetta bilaður undirbúningur. Ég búin að fylgjast með ykkur á Facebook. Segðu mér aðeins bara, og þetta var ekki að byrja bara í gær, hvenær hefst undirbúningur fyrir tónkvíslina í framhaldsskólanum á Laugum? Hann hefst bara leið og skólinn byrjar. Búið að vera að vinna hörðum höndum að tónkvíslinni sen í september og það var skipað framkvæmdastjóri bara strax og skólinn byrjaði og skipað framkvæmdastjóri og allt svoleiðis. Svo við erum bara búin að vera að vinna þess í marga mánuði núna. Og í hverju felst undirbúningurinn? Hann felst allt bara frá því í auglýsingastarfi og svo bara öllu sem nemendur geta unnið að. Það reyndar að fólk fattar ekkert hvað þetta allt er. Hvað er allt? Allt alveg, þetta rosalega mikið. Ok, ekki segja allt en svona dæmi, við erum að tala Svona stærstu hlutinu kannski. Við byrjum náttúrulega á að reyna að safna pening fyrir þessu. Þetta allt kostar sitt og svo reynum við alltaf að fá fólkið í þetta, af því að það þarf náttúrulega fólk á baki tjöldið, fagmennta fólk sem vinnur hérna hjá N4 og svoleiðis, sem að vinnur sem við getum ekki séð sjálf. Og svo náttúrulega fyrir það að reyna að redda skemmtikrafti til að vera í hlénu, dómurum og auðvitað keppendum líka. Já. Það alltaf svolítið undirbúningur í því að reyna að fá keppendum til að taka þátt. Og hvernig er það í skólanum? Framhaldsskólinn á Laugum er nú ekki kannski stærsti framhaldsskóli landsins. Hvað eru margir nemendur þarna, vitið þið það? Það eitthvað minna en 100 sko. Já. Þetta bara ótrúlegt að koma allir nemendur að vinnunni þessa keppni. Þannig að það bara allir skólinn þarf að taka þátt í að þessi keppni geti orðið? Já, það bara þannig. Það alveg stemming fyrir því? Er fólk til í þetta? Það eru flestir alltaf að vinna til þess í húsinu núna, að setja upp svið og koma öll í gang til þess að allt verið tilbúið á laugardaginn. Hvers vegna heldur að fólk vilji gera þetta? Vilji taka þátt í þessu og allir séu klárir í þetta ár eftir ár? Þetta kemur vel bara skólanum saman. Þetta er bara samningatákn skólans, myndi ég halda. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er náttúrulega, sko, ég veit ekki alveg hvort að fólk átt að sjá því því ég hef verið svo heppin að fá tækifæri til að kynnast þessu. Þetta er náttúrulega bara eins og að reka fyrirtæki. Þetta er alvöru. Að miklu leyti, það var þetta eins og að reka fyrirtæki. Þetta er náttúrulega alveg svolítið stórt batteri sem við erum með þarna. En hvernig er það með keppendur í ár? Svo við fókusum á það því ég verð alltaf svo upptekin af sjónvarpsupptökunni eða nú kannski tengist áhugasviðinu mögulega. En hvernig er með eins og keppendur í ár? Hvað eru margir að keppa hjá okkur? Það eru 21 atriði núna sem er meira en í fyrra til dæmis. Þannig að það er bara tæplega fjórðungur skólans. Þetta eru sem sagt, við bjóðum grunnskólum í kring að koma líka. Já, auðvitað. Þannig að við erum með 10 atriði frá framhaldsskólum á Laugum, 7 frá Borgarholtsskóla á Húsavík, 2 frá Þingeyjaskóla, 1 frá framhaldsskólum á Húsavík og 1 frá Hrafnagilsskóla. Þannig að þetta líka tengir þarna á milli stigin, skólastigin. Þetta gefur grunnskólakeppnum tækifæri til að stíga á svið og sýna sig. Nákvæmlega. Og þetta verður auðvitað í beinni á N4. Já, sjálfsögðu. Þannig að það verður að fylgjast með bæði hérna í sjónvarpinu og á netinu. En er komið fiðringur í ykkur fyrir þetta? Nei, veistu, það er bara búið að við erum bara að halda svo vel á spöðunum að það er eiginlega bara hvorki stress né fiðringur fyrir þessu. Þetta gengur svo smurt, sko. Undirbúningur hefur bara gengið frábærlega, framar öllum vonum. Og ekkert einu sem spenntir? Jú, spenntir. Fyrir að sjá hvernig þetta virkar. Segja okkur frá hvernig kvöldið verður. Það verður sem sagt, húsið opnar 18:30 og keppnin byrjar 19:30. Hvetjum alla bara þess að mæta snemma og ná góðum sætum. Og svo í hlé, þá verður Jón Jónsson að spila, tekur lagið. Já. Og vinningsatriði frá því fyrra verður líka að sjálfsögðu, sínum stað. Jón Jónsson verður samt að spila í dómarahléi eftir að öll atriðin eru búin að stíga á stokk. Og hver í dómnefndinni? Það eru Margrét Eir og Einar Höllu og Heimir Ingimarsson. Þannig að þetta verður eitthvað. Þetta verður eitthvað. Já, nákvæmlega. En er eitthvað á eftir? Hvað gerist eftir keppnina? Það er bara frágangur og... Já, þið farið ekkert bara að slaka á? Nei, það er bara frágangur og svo fyrir að innhemta styrki og það er bara... Þannig að vinnan er ekki einu sinni búin? Nei, þetta er bara að vinna heldum áfram. Já, nákvæmlega. Má spyrja þessu út í framhaldsskóla á Laugum. Hvernig skóli er þetta? Akkur ákveðu þið að fara í þennan skóla og hvernig upplifun er að vera þarna? Mér langaði persónulega bara að pröfa eitthvað svona
eitthvað nýtt. Þetta var einhver heimavistarskóli út í sveit, þetta var rosalega svona heillandi eitthvað, þekkti ekki neitt, þetta var bara svona alveg glænýtt að öllu leyti og mér langaði rosalega mikið að pröfa þetta. Hvaðan ertu? Þetta var svona spennandi. Ég úr Hrísey, Já. svo það ekki langt að sækja kannski en þetta samt svona lengra heldur en að koma inn á Akureyri. Já, nákvæmlega. Ég kem aðeins lengra, ég kem úr Hafnarfirðinum og ég sá myndbönd á netinu og ég ákvað bara að stökkva á þetta. Þetta er bara ótrúlega spennandi og ég hvet alla til þess að gera þetta. Þetta er frábær skóli. Og hvernig er að vera heimavist? Það er yndislegt. Það er náttúrulega eldað fyrir mann og þrifið og allt svoleiðis og þetta er bara eins og að búa heima nema með svona aðeins meira frelsi. Þú lærir alltaf að vera sjálfstæður í skólanum. Þetta er eins og ég segi bara frábær skóli. Ég hvet alla til þess að kíkja á þetta. Að gera og fylgja síðan með bara á morgun og tékka á lögum. Ég held að þetta sé rétt hjá ykkur. Þetta geti hljómað allavega spennandi. Já, þetta verður mjög spennandi. Kæra þakkir fyrir að koma, herra minn, og bara pói fyrir morgundaginn. Og þið endilega fylgjast með hérna á N4 á laugardagskvöldið, 7:30 og bara mæta, njóta og hafa gaman af. Höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.